Já, ég ætla að byrja og svo tekur Jónína við hérna á eftir þegar ég er búinn að ræða aðeins við ykkur og segja ykkur svona aðeins stærri myndina í þessum vöktunum sem verið er að vinna í að setja á fót núna. Það er náttúrulega búið að vera lengi að vinna í þessum efnum. Því ég var aðeins að spekulur í hvað ég ætti að segja á fyrirlestrinum, þá fór ég að skoða gamlar úrklippur úr dagblöðum og CAF, eins og þið kannski vitið öll, stendur fyrir Conservation of Arctic Flora and Fauna eða lífríkisvernd á Norðurhjara og var sett á fót hérna einhvern veginn 1994, en 1996 þá var það flutt til Íslands, til Akureyrar nánar tiltekið, þar sem að Snorri félaga okkar fyrrverandi Baldursson tók við forstöðumennsku og það má kannski segja að þetta verkefni sem ég ætla að segja ykkur í nokkrum orðum frá hérna sem að fjallar vöktun lífríkis á Norðurhjara, það hafi verið komið inn á dagskipun hjá CAF þegar verið var að setja þetta á fót, vegna þess að strax 1998 var búið að ráða finnskan sérfræðing sem var að reyna að taka saman allt sem þekkt var vöktun á Norðurhjaranum og að reyna að fylgjast með breytingum sem verða. Nú, við erum að lifa spennandi tíma, getum við sagt, og ég þarf ekki að segja ykkur neitt það. Við erum að upplifa miklar breytingar í veðurfari á náttúru landsins og það er hægt að eyða löngum tími að ræða hugsanlega áhrifavalda, en að því slepptu að þá vitum við öll að gróðurhúsaáhrifin er að breyta miklu. Ég setti þetta í bakgrunn mynd af Orravatnsrústum sem ég heimsótti nýverið, en rústasvæði á Íslandi hafa nokkuð látið undan síga á síðustu árum. Nú, við vitum líka að það er alltaf verið að auka nýtingu á Norðurhjara. Það eru margir sem sjá mikla möguleika í því að annaðhvort geta siglt styttri leið milli heimsálfa með því að fara norður fyrir. Menn ætla sér að vinna olíu og allskyns önnur jarðefni og allt mun þetta hafa mikil áhrif. Og með aukinni tækni þá líka opnast fyrir okkur svæði sem áður voru lokuð. Þannig að CAF, trútt sínu hlutverki, vill náttúrulega fylgjast með og hafa eitthvað til að byggja á í framtíðinni og til að geta sagt fyrir hvað er að gerast. Nú, það heitir vöktun líffræðilegs fjölbreytileika á norðurslóðum. Við þýðum nafnið á heitið á verkefninu eða á þessu alþjóðlega samstarfi sem er innan vébanda CAF, Circumpolar Biodiversity Monitoring Program, og er skipt niður í 4 mismunandi hópa eftir búsvæðum, getum við sagt, í sjávar, ferskvatns, þurrlendis og fjöruhópa. Og ég ætla að eyða mestu púðri að ræða hér bara þurrlendishópinn. Ég veit þar að auki að Trausti og Tom Barry frá CAF eiga eftir að koma hérna fyrir jól og segja ykkur aðeins meira af CAF og aðkomu þess að vöktun og ýmsu öðru. En þegar við hófum þetta starf 2011 þá er eiginlega byrjað að krafti að skoða hvað er hægt að gera og hvernig er best að setja þetta upp. Ég veit að þið kannist við það mörg, en þegar við ætlum að fara að byrja á einhverju nýju, og ég tala nú ekki ef við ætlum að taka eitthvað víðfemt fyrir og við ætlum að fara að skoða það frá mörgum sjónarhornum, þá getum við eytt mjög löngum tíma í að ræða hvað við ætlum að gera og hvernig við ætlum að gera það. Og ég get alveg sagt ykkur það að við áttum nokkra snúninga og jafnvel snúninga tilbaka og í allar áttir í þurrlendishópnum. Og það endaði með því, getum við sagt, að ákveðið var að byrja með það sem að skilgreint er sem arktískt innan gæsalappa, samkvæmt Circumpolar Arctic Vegetation Map eða gróðukortinu sem að sýnir arktíska
arktískt gróðurfar og var meðal annars unnið að héðan frá Náttúrufræðistofnun, Guðmundur Guðjóns átti góðan þátt af því. En samkvæmt því þá var bara mjög lítill hluti af Íslandi sem í raun og veru lenti innan þess arktíska svæðis sem við afmörkum með þessu móti. Og ein af ástæðunum fyrir því að við ákváðum að byrja eins norðarlega og við gátum eiginlega, það var það að við myndum byrja með eitthvað sem væri farið að virka áður við færum að færa okkur sunnar. Og til marks um það hvað hlutirnir flækjast leið og við förum sunnar, að þá veit ég að nú er verið að vinna að Circumpolar Boreal Vegetation Map, sem er þá næsti hluti hér sunna við í lífbeltunum, og það er margfalt meira verk og flóknara heldur en að fást bara við það arktíska. Og á þessari mynd er þá sýnt hérna, þið sjáuð að það sem er lágarktískt er hérna með bleikum lit og svo það háarktíska hérna upp í grænu. Og síðan er hérna merkt inn, vegna þess að eitt af því sem við byrjuðum að gera, það var að reyna átt okkur á því hvar væri vöktun í gangi nú þegar og hvað væri mögulegt að nýta af því sem þegar væri búið að gera. Og málið er líka hitt að í þessum hópi sem er að vinna skipulagningu á lífríkisvöktuninni, að þá erum við með fulltrúa frá öllum löndunum, arktísku löndunum, Kanada, Bandaríkjunum, Grænlandi, Íslandi og Norðurlöndunum og Rússlandi. En við hins vegar erum ekki með, það er mjög mismunandi í þessum hópi hvort að er að ræða fólk sem er með vísindalega bakgrunn, en það er líka fólk sem kemur frá svona samsvarandi svo umhverfisstofnun sem hefur meira með náttúruvernd og skipulag að gera. En er það ekki ætlunin með stýrihópnum að við séum að stjórna eða ákveða nákvæmlega hvað við gert, heldur en að halda utan þræðina. Nú, vöktun þurrlendiskerfanna hefur verið skipt upp í 4 ólíka vinnuhópa, þar sem við erum með gróður, hryggleysingja, spendýr og fugla. Og auðvitað er þetta, við getum sagt að þetta sé flóknara mál heldur en bara það, en svona svolítið sem að mér langaði líka að ræða, það er að sjálfum hætti mig til að vilja vakta vöktunarina vegna þess að ég er forvitin eitthvað sem er að gerast í náttúrunni, en við verðum hins vegar alltaf að hugsa hlutina í stærra samhengi og löndin sem að standa þessari vöktun og munu þurfa að borga reikningin fyrir rest, þau náttúrulega hafa kannski aðrar ástæður fyrir því að þau vilja vakta og þess vegna þarf að fullnægja kannski mörgum mismunandi hagsmunaaðilum, getum við sagt, með afurðirna sem koma út úr vöktuninni. Nú, við viljum greina breytingar þegar það gerast, sem er náttúrulega sem bara sjálfsagt út frá áhugasviði að vilja vita hvað er í gangi. Við viljum veita stjórnvöldum ráðgjöf og það er náttúrulega eitthvað sem við notum þá til þess að selja þeim hugmyndina að þetta þurfa að gera. Það eru aðgengilegar upplýsingar fyrir ýmsa hagsmunaaðila, hvort sem það eru frumbyggjar sem er að fylgjast með og vilja vita af því þegar breytingarnar, eða hvað veldur breytingunum, eða það sé einhverjir sem hafa annan hag eða aðra nýtingu í huga. Nú byggja upp grunnþekkingu og norðurhjarinn er á margan hátt illa kannaður. Við erum með svona punkta þar sem við erum með rannsóknarstöðvar kannski, þar sem er búið að rannsaka hlutina nokkuð vel, en á stórum svæðum er sára lítið þekkt hreinlega hvaða tegundir á staðnum. Og það má eiginlega segja að grunnurinn að þessu öllu saman hafi verið lagður með þessari stóru og þykku skýrslu Arctic Biodiversity Assessment, sem kom hérna út 2010 var það ekki, það sem var farið yfir og við fengum svona ákveðin grunn til að byggja á í mörgum lífveruhópum. Auk þess sem var tekið saman mest af þeim gögnum sem eru til og heimildum, en á sama tíma bent á hvar skóginn kreppir helst, hvar þarf að fá meiri upplýsingar. Nú, hvað ætlum við að vakta? Og þarna höfum við sömuleiðis tekið hringina fram og tilbaka og það er hægt að vakta mjög margt, en það er mikilvægt að við reynum að gera það á samhæfanlegan hátt. Kannski ekki samræmdan, en allavega samhæfanlegan, þannig að það sé að nýta gögn frá einu svæði til annars. Og sömuleiðis auðvitað nýta gögn sem hefur verið safnað áður og setja þau í samhengi við gögn sem safnað í dag eða verður safnað í framtíðinni.
Hér eru listaður upp svona þeir helstu þættir sem við höfum verið að tína út til þess að sjá hvað væri hægt að vakta. Það er fjölbreytni, tegundafjölbreytni, vistkerfafjölbreytni, gróðursamfélagafjölbreytni, hvað sem er, samsetningu, nú árstíðasveiflur, hvenær blómgun á sér stað, hvenær fuglarnir verpa og svo framvegis, stofnbreytingar, breytingar í tím og rúmi, heilbrigði, framleiðni og síðan vistkerfaferla og starfsemi þeirra. Og hvernig viljum við síðan framkvæma þetta? Við erum að tala um geysilega stórt og víðfeðmt svæði. Nú höfuðáherslan, eins og ég hef nú tæpt á hérna þegar, er að nýta vöktun sem þegar er í gangi. Og þá að reyna að sjá út leiðir til þess að nýta hana inn í eitthvað sem við erum að reyna að fást við í dag. En það var mjög fljótlega líka ákveðið að reyna að leggja áherslu á ákveðna lykilþætti, Focal Ecosystem Components, eins og eru kallaðir, sem að skipta þá mestu máli. Þannig við byrjum kannski á því sem eru aðalatriðin. Þó svo að allt sé áhugavert sem við viljum vita, en við erum að fást við stofna og tegundir sem að skipta miklu máli fyrir frumbyggja kannski, eru nýttir. Eitt af því sem er að hafa mikil áhrif, það eru aðfluttar ágengar tegundir og það mun bara aukast með hækkandi hitastigi. Bara til að tína nokkur dæmi um svona lykilþætti. Og þeir geta líka verið mismunandi eftir mismunandi svæðum á kringum pólinn, en þá væri mögulegt að það verða rannsakað á einum stað og þá er það ákveðin pressa á að það sé allavega fylgst með því að vissu marki annar staðar. Nú það er náttúrulega, samræmingin er nauðsynleg, þannig að við getum gert stærri greiningar á öllum gögnunum sem koma inn frá mismunandi svæðum. Langtímavöktun er nauðsynleg og allir sem að fást við að sækja peninga í sjóði til vísindastarfs, þeir þekkja það hvað langtímavöktun er lítið æsandi fyrir þá sem eiga að leggja peninga eða er að deila út slíkum peningum. Og þess vegna er mjög nauðsynlegt að þetta samstarf sem er á yfirþjóðlegum grunni, getum við sagt, það sem er samstarf margra ríkja, að þar séu lagðar línur og komið með góða áætlun sem að setur fram markmið sem er hægt að ná og leið er þá möguleiki á að það fáist frekar peninga til þess. Og síðan er náttúrulega eitt og það er að reyna að nýta og fá hjálp frá almenningi, bæði til þess að safna gögnum en þá ekki síður til þess að auka vitund almennings umhverfið sitt og hvað er að gerast í lífríkinu kringum þá. Ég enda hérna minn hluta á svolítið svona flækingslegum líkunum sem við höfum verið að setja upp yfir allt það sem hvernig við viljum skoða hlutina og hvað það er sem við teljum að sé kannski auðvelt að ná og ódýrar að ná, meðan við síðan förum niður í það sem er flóknara og tímafrekara og mannaflsfrekara. Þannig að við gerum þá, það er mikill áhugi á því að geta gert sem mest í gegnum fjarkönnun, sem er náttúrulega ódýrasta aðferðin ef við höfum bara gervihnattamyndir sem við getum túlkað og séð hluti út, og það hefur því þegar verið beitt með því meðal annars að skoða hvernig breytingar eru að verða á norðurhjara, en síðan eftir því sem við komum lengra hérna niður, að þá séum við komið með bara þessa venjulegu reyti sem við erum vön að fást við og erum komið miklu nákvæmari gögn. Og ég held að sé óhætt að segja að við erum komið með ákveðin vana að því að vinna á þennan hátt á Náttúrufræðistofnun núna eftir að vera að vinna í vistgerðarflokkuninni, þar sem er bæði verið að beita því að fara á vettvang og skoða það sem að þar er með nákvæmum hætti, eins og að nýta síðan fjarkönnun til þess sama. Nú, eitt af því sem er líka verið að leggja áherslu á, það er að við þurfum að fylla í eyður og það er ekki síður mikilvægt. Sumir lífveruhópar eru mun betur þekktir en aðrir, þó við vitum ekki nóg þá, og hérna höfum við á aðeins annað líkan þar sem við erum að reyna að líta meira á tengslin á milli ólíkra lífveruhópa
og þetta náttúrulega í allri einföldun sett fram, þar sem við erum náttúrulega með mun flóknari orsakakeðjur á bakvið þetta allt saman. En sem líkan til þess að byrja að hugsa málin út frá og setja í samhengi, þá varð að hafa einhvers konar grófar myndir til þess að vinna hlutina út frá. Þar sem við erum þá með hópana 4 sem að verið að reyna að hugsa hlutina út frá með hryggleysingja, fugla, spendýr og gróður og sveppi, og það sem að hefur áhrif, hvernig áhrifin eru innan og milli þessara ólíku hópa. En til þess að þetta gangi allt saman upp, þá þurfum við ekki bara möguleikan á því að fara og vinna á vettvangi á norðurhjaranum, heldur ekki síður langtímavöktunina. Og þegar við komum á langtímavöktun, þá held ég að einna mikilvægast sé að við séum með rannsóknarstöðvar sem eru á staðnum, og þar í kring þá hægt að byggja upp net af mismunandi föstum reitum. Það eru rannsakaðir ákveðnir hlutar á hverju ári. Og ég ætla eiginlega að láta mínum hluta lokið hérna og gefa boltan yfir til Jónínu sem að ætlar að segja okkur aðeins frá Norðurhjara rannsóknarstöðinni á Íslandi. Það bara að hafa niður. Ég vona að þetta virki eitthvað. Ég ekki náðu heppilega fötum í þetta. Svona. Já, ég ætla að segja að Já, þú varst ekki búinn. bara eitt orð þetta. Og það var með að gögnin. Og það eitt af því sem að KAF kemur síðan inn á. Að það að koma gögnunum fyrir á aðgengilegan hátt. Þannig að það verði líka hægt að nýta þau og deila þeim í framtíðin. Í gegnum þessa ABDS eins og hún kölluð. Gáttina. Ókei. En þetta? Allt svo bra. Já, alltaf lagi. Herri. Ég var auðvitað tíma. Já, ég ætla að segja ykkur aðeins frá rannsóknarstöðinni RIF og svona tilurð hennar og hvers vegna var ákveðið að fara í stofnun hennar á þessum stað. En hún sem sagt staðsett á Raufarhöfn og var formlega stofnuð 2014. Og hugmyndin sem sagt kom upp fyrst í tengslum við verkefnið Brothættar byggðir sem að Byggðastofnunin með. Og kom upp hjá Náttúrustofa Norðausturlands kom með þessa hugmynd og fékk styrk til þess að þróa hugmyndina áfram og gaf út í kjölfarið greinargerð vorið 2014 og síðan var sett á stað sjálfseignarstofnun sumarið 2014. Þannig að þetta svona frekar nýtt. Og það 5 fulltrúar í stjórn sem eru fulltrúar 6 rannsóknastofnana íslenskra og auk sveitarfélagsins Norðurþings. Og það sem sagt Náttúrustofa Norðausturlands og Náttúrufræðistofnun Íslands og starri einmitt fulltrúi þar. Og svo það Háskóli Íslands, Landbúnaðarháskóli Íslands, Háskólinn á Akureyri og stofnunin Vilhjálms Stefánssonar. En af hverju að koma að stað rannsóknarstöð á Melrakkasléttu? Það sem sagt, ef ég byrja bara að segja hver svona tilgangurinn þá þessu sem ætlað að skapa jarðveg fyrir rannsóknir og þekkingasköpun á Melrakkasléttu og Raufarhöfn. Og það byggt á ákveðinni náttúrulegri sérstöðu svæðisins. Og sem sagt, það setti í samhengi við áhrif loftslagsbreytinga og aukina umsvifa mannsins á vistkerfi norðurslóða. Í þessu felast sem sagt miklir framtíðarmöguleikar þar sem að það eins og Starri var að tala vaxandi eftirspurn eftir grunnupplýsingum vistkerfi norðurslóða. Og stöðin hefur svona þríþætt markmið og það að efla og auka náttúru rannsóknir á Melrakkasléttu, meðal annars með hliðsjón af skuldbindingum Íslands í norðurslóða samstarfi, að safna saman og miðla upplýsingum náttúrufar á svæðinu, þá til almennings, stjórnvalda og bara alþjóðasamfélagsins og svo að taka þátt svona í nærsamfélaginu og styðja það í gegnum fræðslu og stuðning við náttúrutengda ferðamennsku
og svona komið með aðeins aukna fjölbreytni inn í samfélagið og svona verðmætasköpun. Og já, og af því ég var að tala svona sérstök skilyrði, þá rannsóknarstöðin náttúrulega staðsett á Melrakkasléttu og það nyrsti hluti Íslands og frá svona nyrstu nesjum að Heimskautsbaug eru bara 3 kilometrar. Og það kemur því kannski ekki óvart að sléttan svona það landsvæði Ísland sem hvað helst ber einkenni norðurheimskautssvæða og þá semst norður hluti hennar líka skilgreindur sem lágarktískur. Landsvæðið svona frekar flattneskjulegt og berskjaldað fyrir köldum hafáttum og ársmeðalhiti á Raufarhöfn til dæmis frá 1961 til 1990 var um 2 gráður og ársmeðalúrkoman 732 millimetrar. Og það sem sagt yfirleitt svona þoka sem hangir þarna út fyrir ströndinni og loftrakinn því ansi mikill. Þetta líka svona frekar áhugavert svæði út frá jarðfræði en berggrunnurinn svolítið tvískiptur, skiptir sig í svona eldri og yngri hluta. Þannig að á vestur hluta sléttunnar þá hripar vatnið frekar auðveldlega niður í berggrunninum og það svona lítið yfirborðsvatn á meðan á austurhlutanum svona þéttari berggrunnur og það meira um vötn, tjarnir, ár, mýrlendi og mólendi. Og já, þessi mikli loftraki og lágur sumarhiti hefur náttúrulega víðtæk áhrif á gróðurfarið og það einkennist mjög mikið af norrænum plöntutegundum og það svokölluð norðurheimskautslína sem afmarkar útlínur Melrakkasléttu inn til landsins og tilheyrir því öll sléttan í rauninni norðurheimskautssvæðinu með tilliti til gróðurfars. Og flétturíkir lyngbúar eru mjög algengir svona inn til landsins þegar fjær dregur ströndinni en ströndin einkennist hins vegar svona af þangríkum, aflíðandi malafjörum, vötnum, sjávarlónum og sjávarfitjum. Með fuglalíf þá mikið fuglalíf á svæðinu og það endurspeglar fjölbreytt votlendi, lífríkar fjörur, hnattræna staðsetningu og kalt veðurfar. Og það vitað 53 fuglategundir sem hafa orpið á svæðinu og 47 verpaðar að staðaldri. Fuglalíf svona fjölbreyttast á strandsvæðin sléttunnar en þar eru sjó, vatn og mófuglar allsráðandi. Einkennisfuglar sléttu geta talist vera rjúpan og svo sendlingur en það óvíða á landinu sem þeir finnast í meiri þéttleika á varptíma. Lífríkar fjörur sléttunnar líka mjög mikilvægar fyrir umferðarfugla sem að koma til og frá varpstöðum á Grænlandi og Norður-Kanada en þá þeir að byrgja sig upp fyrir flugið. Og fuglarannsóknir hafa svona hingað til aðallega beinst að fáum lykiltegundum frekar en fuglalífi svæðisins í heild. Þannig að, já, en árið 2015 hófst Náttúrustofa Norðausturlands mófuglavöktun á landi Rifs og var þá talið í fyrsta skipti á föstum punktum. Þar. En já, ég ætlaði að tala þetta aðeins í meira alþjóðlegu samhengi en markmið og áherslur rannsóknarstöðvarinnar þær ríma mjög vel við stefnu og skuldbindingar stjórnvalda í norðurslóðamálum. Og Ísland aðili að Norðurskautsráðinu og mun gegna formennsku 2019 til 2021. Og í nýrri skýrslu hagsmuni Íslands á norðurslóðum þá til dæmis, já hún kom út núna í september bara síðastliðnum og þá rannsóknir á lífríki, umhverfi og samfélögum taldar upp sem einn mikilvægasti þátturinn í alþjóðlegu samstarfi ríkja á norðurslóðum. Og vísindarannsóknir og vöktun breytinga nefndar sem undirstaða frekari stefnumóta innan ríkja og einnig í alþjóðlegu samstarfi þeirra á milli. Og hvar stöndum við núna? Það hefur verið mjög mikil aukning á starfsemi og gestum fjölgað mikið á milli ála þó að það sé nú ekki komin mörg ár. En allavega til dæmis í gistinætur í fyrra á vegum stöðvarinnar voru 20 talsins á meðan það voru 220 í ár. Þannig að það töluverð aukning. Og það hefur komið til okkar býsna fjölbreyttur hópur af vísindamönnum og rannsakendum og stundum margvíslegar rannsóknir og vöktun, til dæmis í tengslum við fugla og fuglavöktun, fuglaatferli, gróðuvöktun, grasafræði, örveruvistfræði og líka mannvistarlandfræði, en Raufarhöfn ansi áhugaverður staður fyrir slíkt. Svona í tengslum við byggðaþróun til dæmis.
Já, svo einn mjög mikilvægur punktur, en það að RIF orðið hluti af alþjóðlegu samstarfsneti rannsóknastöðva sem heitir Interact, en ég ætla að segja ykkur aðeins betur frá því á eftir. En í gegnum það samstarf þá stöðin hún var valin til að byggja upp og framkvæma CBMP vöktunaráætlunina á vegum CAF sem Starri var að segja frá hérna áðan. Aðeins að tala um aðstöðuna, við bjóðum upp á húsnæði fyrir vísindamenn sem hafa hug að stunda rannsóknir á vöktunarsvæðinu. Og það lögð bara áhersla á það til að byrja með að veita grunnaðstöðu, þá gisti- og eldunaðstöðu, einfalt vinnurými og skrifstofuaðstöðu. Svo eru uppi hugmyndir að byggja upp meiri rannsóknaraðstöðu í samstarfi við grunnskólann á staðnum, til dæmis til að taka við nemendahópum, en við fengum einmitt einn stóran nemendahóp, alþjóðlegan nemendahóp, sem var að skoða örveruvistfræði norðurslóða núna í sumar og það voru 30 nemendur og 16 kennarar og starfsmenn, þannig að það kom sér mjög vel að hafa aðgang að því húsnæði. Og svo til þess að skapa ennþá betri aðstöðu, þá erum við með jörðina RIF til umráða, en það er nyrsta jörð landsins og hún teygir sig yfir 20 km inn til landsins og er mjóræma, þannig að það er mjög fjölbreytt svæði sem hún fer yfir. Og þarna eru alveg ótrúlegir möguleikar á alls konar vöktun og rannsóknum í sambandi við gróðurfar og fuglalíf eins og við minnst á, og svo til dæmis ferskvatnsvöktun og rannsóknir og í tengslum við sjóinn og strandsvæði, þannig að það nær alveg niður að sjó. En já, bara myndir af þeim sem komið til okkar í sumar. Og svo tókum við líka þátt í því núna í enda ágúst að skipuleggja alþjóðlega ráðstefnu á vegum IPTRN samtakana sem er International Polar Tourism Research Network. En þetta var haldið á Raufarhöfn og það komu 50 manns gagngert til Raufarhafnar alls staðar að til þess að taka þátt í þessari ráðstefnu. Og þarna komum við líka inn á þetta sem verið að tala að samfélagið taki þátt í vöktunarrannsóknum, en það var einmitt haldin samfélagsvinnustofa þarna. Og talað það, hvernig við getum innlimað samfélagið meira í rannsóknir og ýmislegt sem að gerast. En já, ég ætla að tala betur Interact, en RIF orðið aðili að þessu samstarfi og þetta er fjölfaglegt samstarfsnet rannsóknastöðva á norðurslóðum og það eru 77 rannsóknastöðvar sem eru meðlimir að þessu neti nú þegar og það allt í kringum norðurheimskautið. Í gegnum þetta samstarf geta vísindamenn hvaðanæva úr heiminum nýtt sér aðstöðu stöðvana til rannsókna á margvíslegum sviðum, til dæmis tengdum jöklum, sífrera, loftslagi, vistfræði, líffræðilegum fjölbreytileika, hringrás næringarefna og svo framvegis. Og samvinna á sviði rannsókna og vöktunar er kjarnaverkefnið sem þeir eru að horfa á í Interact. Og stöðvarnar vinna þannig með öðrum rannsóknahópum og öðrum alþjóðlegum samstarfsnetum á því sviði. Þær koma líka ofta að fræðslumálum þessar stöðvar og til dæmis með því að halda sumarnámskeið í einstökum greinum. Interact hefur líka gefið út alls konar efni, til dæmis skrá yfir þær stöðvar sem eru hluti af samstarfsnetinu og við hjá RIF erum inn í þessu og þetta er verið að segja frá umhverfinu, aðstöðunni og þeirri þjónustu sem þar í boði á stöðunum. Svo hafa þeir líka gefið út eins konar handbók fyrir rannsóknastöðva þar sem farið yfir áætlanagerð, stefnumótun, leyfismál, öryggismál og þetta er svolítið mikilvægt fyrir sérstaklega eins og RIF sem að byrja að geta byggt á svona grunni. Setja þetta upp þannig. Já, en Interact skapar vettvang fyrir rannsóknastöðvar til að skiptast á upplýsingum og þannig auka skilning á og skapa heildstæðari mynd af þeim breytingum sem að eiga sér stað á norðurslóðum og hvernig þær snerta samfélagið á svæðinu og í heiminum öllum. Og þá markmið samstarfsins að auðvelda því að safna saman upplýsingum, það sé auðveldara að safna saman upplýsingum vistkerfi norðurslóða, þær rannsóknir sem þar eru í gangi og hafa verið framkvæmdar og svo líka bara hvaða aðferðir verið að nota í því samhengi. Og svo í gegnum ákveðin vinnupakka sem þeir eru með sem heitir Transnational Access þá gefst vísindamönnum
aukið tækifæri til að stunda rannsóknir sínar á vöktun á stöðum sem alla jafna erfitt eða kostnaðarsamt að komast til og þar njótum við mikils góðs af hjá Rifi. Þannig að það í rauninni fjármagn inn í þessum pakka fyrir vísindamenn frá öðrum löndum eða öðrum stöðum til þess að koma til Rifs og gera samanburðarrannsóknir þess vegna. Svo hefur fengið sér núna samþykkt stór umsókn Interact til Evrópusambandsins sem á að tryggja þetta aukna aðgengi, meðal annars í gegnum Transnational Access pakkan. Og inn í þessu líka það að Interact hefur útnefnt Rif sem eina af 3 stöðum innan samstarfsins sem mun fara í að byggja upp og framkvæma þessa CBMP vöktunaráætlun. Og hinar 2 stöðvarnar eru Charles í Kanada og Sakkenberg í Grænlandi. En það náttúrulega komin af stað alls konar vöktun þar. En þannig að Rif í rauninni eina stöðin sem að fara að byggja upp þessa áætlun frá grunni eftir forskriftu verkefnisins og í rauninni svona prófun á því hvort þetta sé að virka. En já, svo bara svona hvert ætlum við að stefna? Við stefnum náttúrulega bara hátt og ætlum að vera helsti vettvangur norðurslóðarannsókna á Íslandi og alþjóðlegur vettvangur rannsókna sem tengjast norðurslóðum og náttúrufari norðausturhorns Íslands og þá kemur náttúrulega þetta til góðs að við séum nú þegar orðin hluti af þessu alþjóðlega neti. Og já, Rif verði þátttakandi í allri umræðum vistkerfi norðurslóða, áhrif loftslagsbreytinga og vinna því til framtíðar að vakta þessa líffræðilegu þætti byggt á vöktunaráætlun CAF, CBMP. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta. Til hamingju með rannsóknarstöðina. Já, spennandi verkefni framundan hjá ykkur. En nú höfum við tíma fyrir umræður, fyrir spurnir. Gefið mér endilega merki. Já, ég þakka kærlega fyrir þetta erindi og bæði erindin. Þetta mjög áhugavert að heyra af þessu og til hamingju með framtíðina. Það sýnist að það sé að leggja þarna góðar undirstöður undir merkilegt starf á sléttu sem að sannarlega tímabært. Þú greindi frá því að það væri sjálfseignarstofnunarformið sem að þið mynduð nýta og myndi kannski aðeins biðja þið að segja okkur aðeins nánar frá því. Þú greindi frá því hverjir væru þáttakendur og ég vildi svona heyra aðeins frekar þetta. Nú á bakvið atriði sem að tengist starfi sem ég verið að reyna að leggja grunna, það varðandi rannsóknarstöð á Úthéraði sem að gæti verið samstarfsaðili þegar hún kemst á. Hugmyndin að tengja hann við nafn Jóns lærða og það komin nefnd í undirbúning heima fyrir á Fljótsdalshéraði, bara geta það. Og ég mun miðla þeim sem að vinna að undirbúningi þarna svona frá ykkar reynslu og starfsemi. Takk. Já, þetta sem sagt sjálfseignarstofnun, þannig að þeir aðilar sem í stjórn, þeir í rauninni svona meira ráðgefandi stjórn og það kemur ekki inn fjármagn í gegnum þessar stofnanir sem að standa að eða sem að fulltrúarnir eru frá. Heldur að hefur þetta svona, það var lagt til, já, Starri veit nú örugglega bara meira þetta allt saman heldur en ég í rauninni. En já, rannsóknarstöðin hefur verið svona kannski til að byrja með á ákveðinni horri, menn síðan hefur það farið að ganga betur með tímanum. En þetta var lagt í þetta með verkefni brothættar byggðir, eins og Jónína minntist á hérna áðan. Og þar kom fyrsta fjármagni til þess að vinna grunnskýrslu sem að listaði möguleikana og sú skýrsla var síðan lögð fram sem eiginlega eignarhluti sjálfseignarfélagsins til þess að verða til sem félag. Það nú að leggja fram 500.000 eða eitthvað í eigin fjárframlag. Og síðan eftir það hefur stöðin bara verið rekin á framlögum sem við höfum fengið frá ríkinu. Já, þetta hefur verið, já, núna í 3 ár verið svona tímabundi framlag frá ríkinu. Svona
farið aðeins stigvaxandi, en svo hefur þetta bara verið styrkir, sko, sem að við höfum þurft að sækja í rauninni. En möguleikarnir eru kannski að opnast núna með því að þessi umsókn frá Interact fór í gegn hjá Evrópusambandinu, að þar komu inn bæði peningar fyrir okkur að taka á móti vísindamönnum, og við það að taka á móti vísindamönnum þá verður til svolítið af peningum sem verða eftir við að þjónusta þá, og sömuleiðis þessi uppbyggingastyrkur sem að RIF fékk sérstaklega til þess að reyna að skoða hvernig ætti að setja upp vöktunaráætlunina. Ekki einhverju fleiri sem að, já. Borgþór heiti ég, þakka ykkur fyrir gott erindi og upplýsingar og óska ykkur til hamingju með þetta jafnframt. Er það rétt skilið hjá mér að þetta sé fyrst og fremst aðstæða sem þið eruð að setja þarna upp? Það sé þá annar að koma og stunda rannsóknir og skipuleggja, eða munu þið hafa frumkvæði því? Í rauninni er það þannig að fólk myndi koma sem er með fyrirhugaðar rannsóknir og geta nýtt sér aðstöðuna og það rannsóknarsvæði sem við bjóðum upp á. En í rauninni, til dæmis í sambandi við þetta CBMP-verkefni, vöktunarverkefni, þá munum við ef til vill fara að skipuleggja meira af verkefnum sem við myndum síðan bjóða út að fólk komi og taki þátt í og myndum þá geta greitt einhvern hluta af því. Önnur spurning til starra jafnframt. Hvað er komið af stað varðandi vöktun á gróðri, fastir reitir eða slíkt og hvað er hugsað í þeim efnum? Það reyndar ekki komni neinir fastir reitir ennþá, hvað var það gróður, en síðasta sumar vorum við viku þarna ég og Pavel kollegi minn með pólskum kollegum við gróðuransóknir, þar sem var verið að greina gróðursamfélög og átt að nýta fjarkönnun til þess líka. En það liggur alveg fyrir að við þurfum að fá eitthvað af föstum reitum til áframhaldandi vöktunar. Og kannski líka rétt að bæta við sem að Jónína var að segja að hluta því sem við munum á nýta þennan styrk sem við fengum frá í gegnum Evrópusambandið er þá líka til að byggja upp kannski þann ákveðin grunn þannig að það sé verið að fylgjast með grunnþáttum í sambandi við veðurfar og annað slíkt sem að getur orðið grunnur fyrir hvað sem er gert þarna síðar. Fleiri spurningar? Eða er eitthvað sem að þið viljið bæta við? Já. Þetta er kannski forvitnast aðeins hvernig, er ekki Norðurþing sem er þarna, sveitarfélagið? Jú. Hvernig er hugurinn hjá þeim, er góður stuðningur og áhugi hjá sveitarstjórnarmönnum svona á bakvið og fólki líka á Raufarhöfn, þar sem að þetta er staðsett. Það skiptir þetta miklu máli held ég. Já. Ég myndi segja að það sé mjög góður stuðningur innan samfélagsins á Raufarhöfn og í nærsveitunum þarna. Og fólk hefur mjög mikinn áhuga á þessu og sérstaklega eins og ég gleymdi nú reyndar að minnast á það en við fengum sem sagt styrk núna til þess að hefja svona þróun á fræðsluverkefni í samstarfi við grunnskólan og sem sagt fræðslunefnd Norðurþings. Sem að þá miðar að því að horfa svo lítið til svona samfélagslegrar þáttöku í vöktun og rannsóknum, svona citizen science. Og horfa á það að samfélagið í heild komi meira inn í rannsóknirnar og viti meira af þeim og sé þá bara í rauninni meðvitað tilgang þeirra. Og þetta hefur hlotið til dæmis mjög góðan hljómgrunn innan samfélagsins. Nú, ef það eru ekki fleiri spurningar, þá vil ég þakka ykkur kærlega fyrir erindið og þakka ykkur fyrir komuna. En